Ja, þetta var Smári 4-1 tap hérna, hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn í dag? Hún er bara ekki góð, við vorum bara ótrúlega slakir, bara bensínlausir í þessu leik og það er bara eins og það er. Við áttum ekkert skilið úr þessum fyrir hálfleik sérstaklega og með svona að vera kaflar í seinni hálfleiknum þar sem að svona við vorum komum okkur allavega í góða stöður og markmaður þeirra kannski svona nokkra frábæra vörslur sem bara stoppar okkar kannski mögulega innkomu inn í leikinn en bara algjörlega bensínlausir. Eins og þú segir, Sigurðan í markinu, það er kannski ástæðan fyrir því að við ekki fengið neitt út úr leiknum. Þið sköpuðu færi og hann varði 4-5 sinnum mjög vel og má segja að hann hafi verið bara ástæðan fyrir því að þið fenguðu ekkert úr þessum leik í góð dag. Nei, ég er nú ekkert sammála því, ég held að við höfum líklega, ég ætla ekki að taka neitt af Fjölni, þeir voru fínir en ég held að við höfum örugglega tapað fyrir öllum liðum eins og við byrjuðum sérstaklega fyrir hálfleikinn. Við vorum alveg bensínlausir og svo líka hérna undir lokinn, bara algjörlega búnir og við erum alltaf búin að spila á 3 daga fresti núna í mjög langan tíma og við því miður okkur er refsað fyrir það að hafa fengið smitt í hópinn og mér finnst það ótrúlega leiðilegt þegar öll lið eru búin að leggja jafn mikið á sig að það sé mismunandi hversu mikið álag er sett á liðin. Mér finnst það mjög skrítið en það er eins og það er. Við erum ekki með neitt rosalega stóran hóp og erfitt að dreifa álaginu of mikið og búin að spila mikið á sama mannskapnum og vorum bara bensínlausir í dag. Þú segir lítil breytt, kannski fara inn í veturinn alltaf að reyna að stækka hópinn eitthvað? Nei, við erum alltaf að horfa til þess að við erum alltaf búin að missa marga menn í stór meiðsli og það náttúrulega hefur haft mikil áhrif á hópinn og það er bara eins og það er. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega þannig að það er mjög skrítið að við erum búin að vera grænda eða búin að vera að fara bara á varabatteríin núna í síðustu leikjum og við sáum það bara í Víking Ó-leiknum, sérstaklega seinni hálfleiknum, að við vorum bara mjög þreyttir og mætum jafn þreyttir inn í þennan leik, enda mjög stutt síðan að við spiluðum en það er vika síðan að þeir spiluðu eða hvað það er og þeir voru bara kraftmennir í dag og það sást bersýnilega á leiknum að þetta var mjög úr karakter fyrir okkar lið. Fá núna viku fram að næsta leik, þannig að það er kannski bara kærkominn hvíld og mæti hérna fáið fram í heimsókn í næstu helgi. Þið hljótið alltaf að taka bara 3 stig þar. Já, við ætlum bara að enda þetta mót með sæmd og núna loksins fáum við vikukvíld. Við höfum ekki fengið það síðan bara bara einhvern tíma snemmi í júlí eða hvað það var þannig að það er bara mjög kærkomið að fá þessa kvíld og við ætlum að hlaða batterið núna og mæta bara ferskir í næsta leik.